Ég segi að við snúum þessu við. Förum bara inn í leikinn. Góða kvöldi, við erum velkomin í kvöld. Sá leikur sem við ætlum að byrja á er Bölvun vs Berserkir. Í kvöld er ég, Meisli Fox og hún Gunst sem verðum hér að kynna leikinn í kvöld og erum mjög spenntar fyrir þessum leik. Já, góða kvöldi. Þetta verður eitthvað skemmtilegt, sko. Já, við byrjum bara smá tæknilega örðuleikum. Datt út streymi hjá okkur vegna þess að Streamlabs er að vera mjög skemmtilegt í dag. Kannski er að fá eitthvað svona máldagsfílinga hjá þeim. Já, og nefndir þetta komið aftur. En, Já. Bölvun er nýtt lið sem var að koma í þessu sísoni. Nokkrir sem hafa spilað áður komnir saman. Já. Og síðan eru Berserkir sem eru búin að vera bara sterkir saman frá bara season 1. Það eru orðið breytingar en þeir eru allavega ennþá að spila saman. Já. Við virðumst vera tilbúin fyrir fyrsta leikinn. Já. Og erum við að byrja í Busan. Já, Busan er alltaf skemmtilegt. Ég er ekki alveg viss, sko. Ég er svona með þetta báðamáttum. Mér finnst þetta svolítið leiðilegt hvernig maður festist í svona byrjun á mappinu einhvern veginn. En ég held að við hendum okkur bara inn í leik. Já, algjörlega. Það er samt skemmtilegasta artið fyrst mér í þessu leik. Nei, í þessu mappi segi ég. Það er bara rigning í Busan. Já. Veit ekki, finnst ykkur þetta að vera góð breyting á því að bæta inn á rigningunni? Eða ætti maður bara að sleppa því? Það er svona fallegt að horfa á það, en ég veit ekki, svona breyta eitthvað gameplayinu. Sko, veit ekki rigninguna. Finnst þið fá alveg nóg rigningu á Íslandi. En mér finnst gaman svona að breyta til að sum maps geta verið annarkvort dag eða nótt. Já. Það er alveg hrýtt, sko, en Já. rigningin, Sko, þú veist, hún er alltaf cozy, en ég væri til í að vera þá inni að lesa bók eða ef það væri rigning úti. Já. Það er svona, elsta trikki í bókinu alltaf hjá mér, það er bara æ nei, það er svo vont veður úti, það er rigning, hvað er ekkert að gera með snabbt rigning? Nei. En það er kannski ekki víst að spilurinn okkar blásmegin Bölvun og rauðsmegin Berserkir sé bara eitthvað að pæla í þessari rigningu því ég vissum að það sé allir með low effects í leiknum. Og byrja á Ræn. Bölvunarmegin, Víkingur á Ræn og þeir mætast. Þeir eru að nota mappa, Berserkjamegin. Mewtwo datt af mappinu. Ég veit ekki alveg hvernig það gerðist, en hann fór af. Þú veist kannski að við fætir, við báðir þarna á mappinu með fætið. Ég vil eftir þess að fólk geta bara byggt inn á mappið. Já, þetta væri kjörn tækifæri fyrir Berserki, en Mewtwo er komin aftur. Kannski náður að einangra hann hérna. Þeir eru allavega báðir með alla í liðinu á lífi, þannig að þetta verður bara fætt þessu sem við lagfætt. Nei, þarna fyrir Mewtwo út, tekin út af Cappy. Og White Pants fellur fyrir Pikachu. Snella tekur út Víking. Þeir er svolítið svona fram og tilbaka í þeim, en ég held að Berserkir sé að ná að taka þetta hérna. Þeir þurfa bara að díla við Pikachu og Kiwibird fellur. Já, þeir taka punktum fyrst þér. Hann er með jólaskinnið á honum, hann Kapping. Það er svo snemmt að byrja þessu, er það ekki? Það er ekki einu sinni Halloween komið. Nei. Er hann ekki með Halloween skinn?
Ekki svona beinlínis held ég, þeir teleporta inn á baklínuna. Já. Áhugavert, heldur það nái að hjálpa? Og síðan kemur út Ultimate hjá Baptiste og hjá Capping. Capping. Ég veit ekki alveg hvað Mewtwo er að gera þarna bak við styttuna. Þannig að sé að finna eitthvað skemmtilegt angul hérna. Koma inn últinn frá Giljagur og Snella er enda með sitt últi. Á, Nær ekki að nýta það. nei, en... Hann missir það. Æ. Bölvun virðist vera að taka þetta hérna, en þeir þurfti að nota ansi mörg ults. Og Giljagur þarf að annarkvort baka allavega eða deyja fljótur en hann nær í. Mewtwo er allan með ulti sitt tilbúið og virðist vera þetta hratt í honum Mána. En hjá Capping er aðeins svo langt í það. Já. Ekki mörg ults berserkja megin akkurat núna. Annars kemur þetta teleporter manúver hérna. Gringatjó ansi low og Kiwiberg mjög low, hann döður. Gringatjó tekin út af Mewtwo. Snella tekur út Mana, Gringatjó tekur út Snellu. Mewtwo tekur út System 32. Þetta gengur svolítið fram og tilbaka hjá þeim. Já. Það er komið upp í 60% fyrir þeim í berserkjunum. Það virðist vera að halda sig þarna. Já, þetta er svona, þeir eru með ágættir stöðu til þess að teleporta sitt á hvað. Já, kemur út úr þig. Capping, Tekur engan. Capping ultar en deyr sjálfur. Máni og Mewtwo eru mjög sín ultið til þess að halda punkturinn. Kemur út ultið hjá Mewtwo. Tekur hann út. Nei. Og hann er svo mjög lág. Máni er að taka ansi marga hérna, er spilað hjá honum. Þeir ná ekki að snerta. Kemur alltaf út ultið inn í lokin líka. Þá erum við komin á næsta map, eða næsta hluta þessa maps. Þetta er parturinn sem ég fíla ekki. Mér finnst það alltaf bestast sko hérna hjá matselustanum. Já, matselustanum, já. Já, þarna það sem að upplósna kýrin er. Já. Pæli sjaldan í því, sko, hvað þessi hús eru í raun og veru. En ég veit hvað kýrin er. Já, það veit allir hvað kýrin er nefnilega, því að hún er svo skemmtileg. Jöp. Vælpans er komin yfir á Wrecking Ball. Sjá hvað hann gerir ekki eitthvað skemmtilegt. Víkingur komin líka yfir á Winston í stað Reinhardt. Þannig að þeir ætla að vera meira push. Kiwibird á Tracer, búinn að taka 2. Hann er Máni alls komin góður á líka Tracer. á Kiriko. Bölvun virðist vera að taka þetta hérna í byrjun. Hættulega staða hjá hann Víkingarna, það var einn í smástund bara á móti öllu liðinu. En að hafa út eina góða Winston. Bara að lifa á brúninni, sko. Já, hann er too mikið risk fyrir mig maður. Flott pick hjá Mána á Kiriko. Nær Giljagur. Og þeir ná að hreinsa upp berserki. Já. Rétt hjá matselustanum eins og þeir. Já, þetta er leiðilegasti staðinn til þess að halda fyrst mér. Hann Það voða oft bestast þarna og maður komist ekki lengra, sko.
Mapping komin yfir á Cassidy. Annars ekki búið að breyta, síns Nei. mér. Nema ef að System 32 sussaði, ég held ekki. Nei, það er ennþá. Já, Wild Pants fór yfir á Sigma í staðinn. Já. Það er örugglega mjög gott pick. Já. Sigma er virkilega góður, skemmtilegur karakter. Það er það. Ó! Já, Kiwi Bird kom með mjög vel á pólsbomb. móti Víkingum. Já, En hann er einn á punktinum. já, hann er ekki farið að lifa lengi með allir bölvun í kringu sig. Hann lifði Líkur ansi heldur lengi samt samt. áfram að reyna að taka punktin, það gekk ekki heldur. Og ég tekin út af Mewtwo, tjóka út Mewtwo líka á Wild Pants. Já, nú þarf ég að vera ansi fljótur að snerta. Ég held að Snella sé tilbúin til þess að snerta. Já, reyna hann allavega. Snella dannast í fram á mappinu. En bjargar sig með ríkólið. Já. Það var ansi hægt komið þarna. Kiriko ulti frá Mána. Og Pikachu ulti. Það koma bara út öll últi. Meira og minna. Það er bara annarkvæmt að ná þessu núna eða ekki. Já. Við virðast þetta að taka punktinn. Ef allt gengur eftir. Og þeir eru bara 2 meðlimir Berserk eftir. Snella á System 32, náður að halda þessu. Nei, Pikachu tekur út System 32. En þetta var flott púlsbomba í lokin frá Snelli, svona kveðjagjöf. Á þessu mappi sem að bölvun tekur. Kemur Mewtwo með Play of the Game. Jæja, Vel spilað. þá fáum við að bíða spennt eftir í hvaða mapp við erum alnæst. Berserkir hafa valið. Við viljum líka hérna greina smá peyspásu. Við viljum þá ekki bara henda í smá auglýsingu kannski. Jæja, þá ætti allt að vera tilbúið fyrir næsta round. Og erum við að fara að Ruasabi. Fyrir þá sem veit ekki hvað það er, að það er push map. Eitt af 9 mappunum sem var nýlega kom út. Já, það er í Perú. Leikminn er alveg að fara að vera tilbúinir síns mér. Já. Það er áhugavert að sjá þá velja Ruasabi því að það er frekar nýtt map. Já, Ekki algengt kannski að fólk sé að velja maps sem að eru svona ný, en þeir hljóta að vera búin að æfa það dálítið vel þá. já, ég myndi ekki taka riski á því allan að sem ef ég væri í liði að taka strax svona nýtt map, sko. En það er kannski akkurat bara, kannski er þeir með eitthvað rosalega gott play fyrir þetta map, sem að kemur okkur bara óvart. Þeir eru með plan.
Og við hendum okkur þá inn í næsta round. Skemmtileg tónlist að þessu maður. Já, það er mjög fallegt. Ég er ekki búin að spila það nógu mikið til þess að segja hvort það sé skemmtilegt eða ekki. Mér finnst það mjög fínt. Leiðilega að þú ert healer held ég, en mjög skemmtilegt sem DPS. Þú veist það kannski er mín skoðun. Við erum aðeins búin að sjá smá leikmannaskiptingu hérna. Berserkja megin. Acidia er komin inn og Guttix er komin inn í staðan fyrir Capping og System 32. Já, fljótir að breyta yfir í aðra playera. Hvort að þetta sé bara því að þeir eru spenntir fyrir að reyna á sig hér. Alveg örugglega, sko. Berserkir eru fjölmennir og það þarf að leyfa öllum að spreyta sig. Mætast hérna. Ó! Næsti búin að ná snella á mappinu. Við erum komið með fara. Og að öðru leyti er kompið mjög svipað að bölvuna megin og Víkingur tekur út Wildpants. Já, Máni er í pínu hættulegri stöðu en nær að halda sér hérna á lífin. Með hjálp frá Víking. Rinkachu hættu og hann fellur. En Acidia er í svolítið vandra stöðu hérna. Já, Acidia tekur út af Mána og Kýbor tekur út. Máni tekur út Snelli og Kýbor tekur út Acidia, skil. Ég er skemmtilegt hvað þeir eru að taka inn Symmetra aftur. Mér finnst alltaf gaman að sjá fólk spila hana. Já, við erum með eitthvað teleporter strat. Og þeir bara rusha á Guttix. Berserkir þurfa að bakka hérna bíða eftir Luciónum sínum. Og Mewtwo tekur út Snellu. Síðan það hefur ekkert minnkað spraykastið hérna í leikjarum hjá playerum. Víkingur er að henda mjög oft út sínu sprayi. Já, það er ekki alveg leikur nema það sé sprayað stanslaust, sko. Og horft svona aðeins á það líka, sko, það þarf að stara þess á þessu örugglega á sprayinu, sko. Og Berserkir rusha hérna út. Ó, flott ulti hjá Acidia en hann fellur samt. Ræn var svolítið prófaðar af og er tekin út af Wildpants. Síðast að Berserkir sé að taka þetta. Það voru ansi lóðana en þeir náðu að flippa og taka push-robertinn. Já, Máni og Kýbert virðast vera að koma með ultíin sér líka, þannig að hvort þeir nýta það til þess að reyna að taka yfir bottan aftur. En Giljakur er líka með sitt ulti og Wildpants er að styttast mjög hratt í sitt. Þannig að þetta gæti orðið svolítið ulti hérna... Byrjum að tveimur keppni. Nei, við tökum bara... Vá. Það bara gerist allt rosa hratt og Giljakur tekur út bæði Víking og Mána og Wildpants tekur út Kýbert og meðan Acidia tekur út Mewtwo. Þetta var... Það er bara komið team kill. Skemmtilegt kombo hérna frá Giljakur og Wildpants. Þeir eru samt heppnir hjá þeim í bölvun að þeir haldi inni últíunum sínum, þeir hafa ekki notað þeim. Já. Þannig að þau eru með 3... Þeir eru með 2, 3, 1. Áventure. Það gerist allt svo hratt. Þeir eru þessi hraðir. Jöp.
Bölvi ná að flippa aftur hérna. Já, snella þau bara að flýja tilbaka. Þeir Þó að notuðu, Mewtwo reynir hann á honum. já, þeir notuðu 2 ults þarna og Kiwi Bird skiptir yfir á Mei. Já. Hef ekki séð Mei mikið spilað allana í mínum leikjum. Já, við sjáum hérna Bölvin bakka aðeins til þess að vera saman. Já. Svo þau geta tekið þetta allir í hóp. Ég veit ekki alveg hvort það hafi verið besta strategían, en við sjáum til. Já, að með eru ennþá með komnir aðeins lengra með robotana, þá kannski borgar það sig. Já, það Sjáum er til. enda rétt. Skiptir ekki að þau eru að koma alla leið, það er bara að vera lengra heldur en hitliðin. Mewtwo tekur út að setja. Arcetia tók samt út Gringatjú, þannig að þeir splitta þessu hérna. Já, það var... Pínu er samt að vera einum healer down. Snella virðist vera búin að skipta núna yfir á Soldier 76. Ég fyrir yfirleitt á hann ef ég er að spila hérna... Ef ég er komin í Series mode, fer ég ofta á Soldier 76. Já, ekki gott að vera búbáður hana niður. Nei, Miður. Ná þeir að taka hann. Gringatjú hendi í ulti strax eftir þetta, þannig að kemur hitt ulti á móti frá honum Gringatjú. Margir antíðaður. Já, Alpans tekur út Viking og er að reyna að taka út Keyboard í leiðinni, nær á því, já. Fyrir eftir, það er Gringatjú, nei, hann er fallinn og Mewtwo þarf eiginlega bara að flýja eða, já, eða láta taka sig út til þess að resetta. En Kiwi Bird er komið sitt ulti, Giljagur er að detta í sitt. Og Mewtwo líka og Víkingur. Það er 3 ulti Bölvunar megin og 1 ulti Berserkar megin. Kemur flott Víkingar ulti hérna. Giljagur er low en nær að halda sér og lífi og hendur út ultinu sinu. Wildpants tekur út Víking. Berserkir Mewtwo eru þarf eiginlega aðeins að bakka. Eða ná kannski að jafna metin. Já. En Bölvun er á leiðin tilbaka. Þetta er Já, svo svolítið fram og virðist vera, tilbaka. já, svo virðist þeir vera svolítið bara hjá þeim í Bölvun að hægja bara á þeim eða stoppa robotið til þess að fara ekki lengur þó að þeir sé að missa liðsfélaga. Já. En þeir eru ennþá með 2 ulti hjá þeim í Bölvun og það er að detta núna í 2 ulti hjá þeim í Berserkjum. Kemur út Mei ultið og tekur Arcetia ultið sitt líka í leiðinni. En náði bara Gringatjú. Máni tók út Wildpants, Kiwi Bird tók út Arcetia, Mewtwo tekur út Giljagur og Guttix tekur út Mána. Þannig að þetta er smá að hallast í áttina að Bölvun taki það. Já. Nella ákveði að taka 2 með sér áður en hann fjalli. Sem mjög vel gert, þegar maður Já. svona eftir. En hvort ég sé, já, í stuðinu á að færa robotin framar af því að þeir eru að bakka hann Mewtwo núna. Já, þeir ná aðeins að bæja honum frá en Þeir hafa ennþá svolítið pláss til þess að leika með það þegar þeir eru ekki komnir nálægt þeirra punkti. já, þá opnum við með Venture. Tekur út Guttix strax. Já, Berserkir þurfa að bakka hérna. Þeir sem að lifa. Það er frekar jafnt með við hversu langt þeir eru búin að ýta Já. bottanum. Berserkir eru líka búin að vera mjög duglegir í að taka það út.
Þannig að þeir eru alltaf Já. að mjaka sér nær og nær í að taka yfir staðsendinguna og vera komin lengra. Ég Ég er ber- pínu hissa að þeir séu ekki með í bölvun hitscan, þar sem að þeir eru að berjast við förum. Já. Eða hvort þeir haldi að Mei sé nógu góð til þess að halda mótinni. En maður Já. er svolítið vel hittinn með þessi hægri klikk. Kannski myndi þeir breyta til ef að faran væri damage boosted. Já. Ó nei, ég snellaði tekinn hana mjög hratt og örugglega af Krinkachu og Mewtwo. Þeir bakka aðeins aftur. Ég held að planið er að sé bara akkurat að reyna að halda sér saman og bara stoppa það Já. á frekar en að íta áfram. Kiwi Bird pikkar Giljagur hérna. Þetta er líka náttúrulega svo gott svæði til þess að berjast á. Já, kemur úti frá Mei Kiwi en nær engum, en nær að halda þeim frá roboturum. Vélmenninu, þannig að kom íslenskan mín. Já, það heitir víst vélmenni, réttu það. Já, þó að mér finnst þess að við ættum kannski að finna eitthvað aðeins betra orð fyrir það, af því að þetta er ekki bara vélmenni, þetta er, þú veist, meira en það einhvern veginn. Já. Bölvun teka Rúna Sabi. Og við fáum að sjá play the game frá Acidia. En mér finnst pínleiti eins og hann hafi stólið frá Giljagur. Já, það er svolítið oft nefnilega og svo eru sem búin að tala um það akkurat að Play of the Game sé bara bilað í raun og veru hjá Blizzard. Já, stundum finnst manni það, já. Já. Sérstaklega ef það kemur inn svona Play of the Game sem að maður skilur ekki alveg hvernig var það að Play of the Game. Þegar maður finnst manni eiga ekki skilið á að vera í að Play of the Game. Já, það kemur svolítið oft fyrir en að sitja til varnar hérna, þá var hann að gera damage við alla sem voru að deyja, veist. Já. Já, það er þá orðið núna 2-1. Nei, 2-0. 2-0 fyrir ekki. Aðeins að gefa þeim 1 stig sko, hæpaði. Já, Býta þessi í lofana. En nú erum við bara að bíða eftir hvaða mapp þeir ætla að velja. ég var hissa að sjá það taka Rúna Sabi, þannig ég þóra ekki að Já. svona giska hvað þið myndu taka. Nei. Og hvort að þeir taki núna þetta síðasta mapp eða hvort að komi eitthvað sýp tilbaka, væri mjög skemmtilegt að sjá. Já. Þeir vilja Midtown. Midtown er svolítið skemmtilegt mapp. Já, þá erum við Midtown í dagsbirtu eða næturbirtunni. Mér finnst það skemmtilega í næturbirtunni í Midtowni allan, persónulega. Og Blizzard Town líka. Það ég skil ekki alveg að hafa ekki kvöldið. Það er meiri svona, þú veist, að þetta er svona ljósasjó svolítið. Þá finnst mann alltaf að deyja að vera í myrkrinu. Já, svo sannlega sko. Mér finnst sum ekki passa með nætur útgáfuna, eins og til dæmis Route 66, en það er kannski bara út af því að maður var svo vanur því alveg gegnum Overwatch 1 að það er svo erfitt að breyta. Já, en er það líka ekki svolítið svona þegar maður hugsar út í að ef að maður væri á staðnum þá myndi maður freka velja að sjá Route 66 yfir dagstíma.
Þú veist, Já, alveg ég svo held það er mjög skemmtilegt að sjá til dæmis Times Square á næturtíma því að svo mikið að ljósasjó í gangi út af öllum auglýsingunum og allt þessu. En á daginn er það ekkert sérstaklega spes. Algjörlega. Það er aftur smá leikmannabreitingar hjá Berserkjum. Við fáum Loga inn fyrir Guttix, Dekkjalogi, og Kapping inn fyrir Assidia. Ég held í þá veiku von að sjá Loga spila Junkrat aftur. Já, það virðist vera alltaf voða einhverjar smá breytingar á playerunum, hjá spilurunum hjá Berserkjum. Það er mjög flæðandi. Já, en það er þá akkurat eins og það er að Guttix er að skipta út fyrir Loga, að Logi er að skipta út fyrir Guttix og Kapping kom aftur inn. Við höfum ekki séð Loga spila hingað til í kvöld. Nei. Þá hendum við okkur bara inn. Fáum við nætur Midtown. Já. Þetta er svo flott að horfa á Engine 11. Á. Þetta er fallegt. Samt kannski ekki hreinasta gatan sem maður sér, en ég meina. Hvað finnst þér vera svona flottasta mappið í leik? Flottasta. Eða þitt svona topp 2? Sko, mér fannst gamla Hanamura svo fallegt, en ömurlegt að spila það. Algjörlega, ég er algjörlega saman. Þannig maður bara svona Hanamura, Þetta var bara annarkvort varst að fara að vinna eða tapa. Það var eiginlega bara ekkert svona fighting chance í raun og veru. Það er allan að gaman að ég komi svona aftur með þennan feeling í Hanaoka. Nýja Clash, ég held að sé þetta Clash mótinu. Clash var líka alveg samt svona, þú veist, megar alveg sjálfs því að þau eru bara að leipa á hvort annað. Lýsandi, sko. En já, ég er alltaf að rugla þessu saman. En við erum að byrja Valpans og Risa. Logi er að spila support. Já. Þannig að engin dekk. Það er engin breyting hjá Bölvun. Nei. Þeir halda áfram með sama kompið. Já, þeir eru mjög ánægðir með þetta greinland. Það er búið að virka vel hjá þeim. Mætum sérna Það er samt aftur spurningin um að vera ekki með. Jú, þeir eru svo sem með Mána. þar sem hann getur skotið niður snellu á Echo. En það er svona smá spil það hvort að það sé nóg að vera bara með mig sem til þess að koma út þegar hann. Þeir koma hérna berserkir etja kappi við þá. En Vaðpans fellur. Nú tekur út loga. Það var reynda frekar ljóta það. Upp á Í bögg. stingfélagsbínum. Það
Þetta má ekki sjást. Nei, ég grínast. Það má. En... Afsökunar beiðnina frá mig. Já. Sorry. Já, þau eru ekkert... Þau eru voða að halda sig á síðhverju hliðinni við lestina. Kemur mig últi og þeir eru á vondi stað til þess að taka á móti sig vegna þess að það eru bara 2 útgangar. Eða í raun og það eru 1 núna. Snella kemur svolítið í bakinn á þeim, þannig að aðeins að passa upp að leifin ekki að taka yfir. En hún virðist hafa bakkað. Þetta er líka svona erfiðasti parturinn er að komast yfir og taka þetta fyrsta skref. Reinhardt náði ekki neinum í últíðinu sinu. Snella er komin yfir í sitt transformation. Já, hann ákveða að kopja Rein sem er gott kopí. Já. 2 tankar móti einum, það er alltaf gott. Þó svo að lífið sé kannski ekki jafn mikið. Snella er hann að hjálpar Capping að taka út Mewtwo. Víkingur þarf hann að bakka þess að þeir eru búin að taka punktinn og er ekki ástæða að berjast lengur á þessum punkti. Það var mjög flott hjá þeim. Bölvun eru komnir hérna upp á high ground sem er oftast haldið upp á, svona alla jafna. Það getur verið pínu hættulegt af því að það er enginn til þess að stöðva í raun og veru payloadið. Nei, þeir ná svona að tróða því undir. Kemur annað með úr því. Já, þeir ná Capping inn í það. Capping fellur. Mewtwo tekur út Snellu og Kýfur tekur út Loga. Það var mjög gott últ og þeir ná að hreinsa upp alla í liði berserkja. Þetta er líka svona algengasti held í staðarinn sem að kemur smá breytingum að defending liðið sé nær að stoppa aðeins af. Þetta er góður staðar til þess að halda punktinum. Eða halda fyrir ekki payloadinu. Capping náði allavega Einum lampa. einum lampa, já. Og kemur svolítið svona trades. Já, Máni tók samt út 2 áður en hann var fallinn. Já, þetta er ekki. Þannig að þeir eru ennþá með sína flesta hjá Bölvun. Ennþá á lífi. Berserkir þurfa að bakka. Þeir virðast líka ekkert hafa miklar áhyggjur af Snellu á Echo. Nei. Ég hef ekki séð neitt allavega Flott. Þetta var rosalega flott. Já, Windows boosted bara... Já. Hann var í góðri stöðu þarna uppi til þess að bara snæpa þá með svona grenade. Já, núna þurfum við aðeins að hópa sér saman. Þeir eru með Meyjúl, þannig að þeir gætu mögulega að stoppa á af því að tíminn er að renna út hjá þeim hjá berserskum. Kemur hann með mótið með ulti, sjá hvernig þetta fer. Þeir náðu Capping inn í ultiðinu og Wild Pants. Nei, Wild Pants náðu að hlaupa út. Mewtwo tekur út Capping og Snella tók út Víking. Þeir eru að berjast hérna út um allt, dreifður. Já. Máni tekur út Snella og Gilligur Gringatjú, þannig að þeir eru með fleiri hjá Bölvun. 3 á móti 2. En Víkingur er að koma tilbaka. Já. Af deyr Máni.
Kemur þetta flott ulti hjá honum Viking. Svakalegt. Earthshatter. Hún kemur út, Valpans. Segir nei, ég er ekki hættur. Já, Vikingur er komin langt á lífið. En kemur hann og bjargar honum. Með Gringatjú ultið. Er þetta bara enda? Já, Capping, hann er svo low, hann getur ekki snert. Þetta var mjög gott, vel ítt hjá þeim. Þessum Það var mjög góða flott slökkviliðsbíl. Já, og þetta var svolítið akkurat svona síðasta sjans fyrir þá að stoppa það af í raun og veru áður en þau tóku punktinn. Eða næsta tikkpunkt. Þetta var rosalega flott hjá honum Gringatjú með ultið í lokin. En kemur hann og bjargar honum Viking með ultiðinu sínum. Ekkert smá. Hvort að það verður play of the game veit ég ekki, en ég held að við ættum að hafa þetta sem eitthvað highlight. Essin skandla sem að healerarnir fá svona gott klapp á baki. Talandi af einu reynslu bara, svona svo ég veit það. Ég hef gert eitt vídeo til þess að hitla supports. Já. En það tók smá tíma að safna í það. Það var svona blanda af Overwatch 1 og 2. Þannig að... Já. En já. Við skulum svo sannarlega svona setja bara nótu á baku eyrað. Já. Gringatjú er svo góður á Lucio. Kapping er komin yfir á hérna Torbjörn í jólaskinninu sínum. Jólabúningnum sínum, skulum segja þetta sé búningur. Já, búningur er gott orð. Já, en ekkert annað hefur breyst. Jú, Snella er komin yfir á... Það er í gangi hérna, það er Lifeweaver Symmetra Teleportation í gangi. Og þeir ná Capping því teleportuðu bara beint á hann. Ég er líka hissa að sé ekki að gera neitt í... Jú, hann tekur Gringatjú út turretið hans. Þeir leyfðu turretið hans að renna svolítið lengi. Það er teleport. Teleporta aftur? Þetta er ekki smá teleport leikur hérna. Þeir eru allt. Snella er að berjast upp Gringatjú. Iljakar er mjög lár og þarf eiginlega bakk. Já, hann þarf að vera fljótur. Það er einhver að standa á búndurum, já. Kiwi stendur hann núna á búndurum. Við erum búin að henda út öðru teleporti til þess að fólk komast ræðar á búndin. Iljakar er aftur lár. Náður að taka þetta af. Nei, Iljakar er að stúpa af. Valpans var svakalegum bardaðana við Viking inn í litlu. Já. En Gringatjú nær Capping. Þetta er ennþá svolítið kaos í gangi. Já. Teleporta aftur kýfur þarna upp á. Og Valpans er í vondumálum og er tekin út. Notar hann kýfur últið sitt sem að klára hennan punkt. Capping var í vandræðum. Hann var ennþá fastur í gamla spáninu sínu. Æ. Það er svo leiðilegt. Gringatjú virðist alltaf bara sjá að vera payload prinsessa eins og við kallum þetta. Já. Hann er með verkefni og hann er að sinna því vel. Já, alltaf muna að payloadi þarf að komast áfram. Má eiginlega ekki láta það bara stoppa. Þó að það sé ógeðslega gaman að fá fleiri kills í leiknum. Valpans nær Kiwi Bird. Það er flott últi hjá hann Víking. Þetta er náið sem það halda við þá. Nei. Vá, vel gert. Logið tekur út Víking. En payloadi er komið mjög langt. Capping kom inn á Widow. En er tekin út af Mewtwo.
Og Mewtwo tekið út af Wild Hands. Það Ég veit ekki alveg ansi hvort þessi breyting sé góð. Skulum sjá til. Já. Hann kann að hitta skotin sín. Já, En, ekkert á því. Ég heldur bara með hvað þau eru Hvort það virkja á móti þessu. svona, já, af því þeir eru svo mikið í andlitinu á þeim hjá bölvun. Já. Að þau fara svo í andlitinu á þeim í... Teleporta bara beint á það og svona. Já. Eins og núna. Og fara að beinta akkurat á Widowmakerinn. Hann er að sleppa í bili. Nei, ég tekur tilbaka. Já. Ég tekur tilbaka. En ég heldur að hafa ekki tekið eftir fyrir núna bara akkurat að þeir séu bak við það. En nú eru vondum málum. Og að sína hvar þeir eru. Gífur þarf að bakka og Víkingur líka. En nær ekki. Mewtwo tekur út Snellu. Gilja tekur út Mewtwo. Við þurfum að halda í 2 mínútur í viðbútt. Ó! Þetta fallegt. Pikk! Þetta var mjög mikilvægt pikk líka því að nú geta þér ekki teleporta á hann. Nei, og nú eru þeir svolítið fastir í að bakka aftur og bíða eftir honum. Já, þeir bara þurfa að bíða. Þeir hafa ennþá samt tíma til þess, þannig að við sjáum hvað gerist. Það verður áhugavert að sjá hvort þeir nái að taka þetta mapp hjá Bölvun. Nei, hjá Berserkum. Svolítið mikið undir ennþá. Já, kappingin komin í baki að þeim. En Mewtwo ætlar að fara í hann. Já, hann tók eftir hann. Já. Bara... En þeir borguðu sér tíma. Eða keyptu sér inn tíma með þetta. Og það eyða smá meira tíma með þeirra. Kemur Wild Hands út í sitt. Máni bjargar þess að með lampanum. Engin að hreyfa saman payloadið. Jú, Pikachu kemur til bjargar með payloadið. Já. Þeir þurfa að stoppa ef Wild Hands er komin á ball. Víkingur kemur ult í sitt en Wild Hands er ennþá á punktinum, á payloadinum. Logi er lár og er tekin út af Víking. Og þeir ná að íta allar leið. Og Bölvun tekur map nr. 3. Já, og helst áfram þá þessi skemmtilega þetta skemmtilega þema að 3-0 leikir er búin að vera síðan við byrjum. Já, þetta er bara ótrúlegt. Já. Og hérna sjáum við skemmtilega play the game from capping. Þetta var mjög flott. Bara að drita aðeins gegnum Flott. gluggan. Hvort við fáum þá mögulega einhvern úr Bölvun til þess að koma í smá spjall. Þetta var rosalega vel spilað hjá báðum liðum. Já, mjög svo. Berserkir náðu að halda þeim þarna mjög lengi. Já. Þetta var farið að líta út svolítið eins og þeir myndu fara að ná þessu, sko. Það munaði voða lítið upp á. Já. Kemur að spjalla. Herra, já, bæði liðin vilja koma í spjall. Já. Voru þeir eiginlega bara pínu mókaðir að það er ekki spurt hvort þau vildi koma líka. En oft hefur
bara annar liði vilja koma í spjall. Já. Verið velkomin strákar. Góða kvöldið, takk Góða kvöldið. Hvernig svo skapið eftir kvöldið? Bara Við helviti erum, gott. já, við erum góðir þrátt fyrir tapið, sko. Já. Þetta er náttúrulega bara, eitt sterkasta liðið í opndeildinni. Já, þið stóðu ykkur mjög vel, sko. Við erum ánægð með það sem okkur tókst að gera á móti. Algjörlega. Ég var að segja akkurat að þetta í lokin á þessu mappi var alveg það var alveg pæling hjá mér að þið myndu taka þetta, sko. Þetta var close. Já, það var mjög close. Það var þessi gluggi og þetta sjattir eyðilaði þetta allt í raun og veru. Já, þeir voru að halda þeim virkilega vel þarna. En annars ég nokkuð vissum við hefðum geta haldið mappinu, sko. Já, þetta er náttúrulega bara röff fyrsti leikur, sko. En við erum bara mjög til í afganginn á seasoninu, sko. Já, þetta er bara góð byrjun á seasoninu og þið komum það bara sterkar úr því. Algjörlega. Eru þið með einhver svona mentions fyrir hver er best í liðunum? Leikmenn leiksins. Já. Ég náttúrulega spilaði bara eitt map. Ég myndi skjóta allavega á Víking og var ekki Gringatjú á Gringatjú og Lucio. Mér fannst Kiwi Bird og Já, vera að gera góða hluti líka. Já. En Mewtwo líka á Venture, alveg óþolandi, sko. Já, ég sá það akkurat. Hann á pínu erfiður á henni. Mér langar pínu að gefa Mewtwo þetta, sko. Já. Hann er ný í leiknum og komið með Venture að vera komið með þetta á lock, sko, eins og hann er komið með, sko. Það er flott, sko. Já. Og er ykkur svo í ykkar liði sem þið viljið gefa shoutout? Ég myndi bara skjóta fyrir mitt liði, þá tek ég náttúrulega allir, en ég skal gefa náttúrulega Kela og Kapping. Keli og Kapping standa mjög hátt uppi, sko. Algjörlega Keli með þetta Wild Pants, með þetta bara presence á tankinu, sko, og vera bara solid main tank spilarinn okkar með þetta stability, sko. Já, hann er líka spilaði nokkra tanks og gekk bara vel á þeim. Mér fannst mjög skemmtileg þessi ulti combos hjá Giljagur og Wild Pants á Juno og bæði Orisa og Jungle Queen. Það var bara virkilega skemmtilegt að horfa á. Takk. Ég vil eitthvað gefa Giljagur sjúklegt shoutout fyrir að vera komið með Juno svona hátt level í spilun eftir svona stuttan tíma í leiknum, sko. Það er bara... Eftir að Juno kom út, ég er eiginlega bara búinn að vera að spila Juno. Það er búið að hafa mikil áhrif á hvað við erum að fara að gera, sko. Já. Þannig að við erum búin að, þetta var bara Juno búið að ganga það vel hjá okkur í scrimmum og æfingum bara, já, við verðum bara að Juno, sko. Það er slett. Það er bara leiðilega fyrst mér að ég held að ég hef ekki dáið svona oft í leikjum eftir að ég byrja að spila Juno. Það er svolítið svona loksins komið stream og ég er alltaf að deyja og maður bara svona vandró. Samt bara svona típiska, healer í raun og veru playið, er bara maður er að forna sig fyrir restina af liðinu. Það var nú samt, sko, deathless á Rúna Sabi þangað til bara 3 eða 4 mínútur úr liðnar, sko. Já. Þannig að ég kalla það vel gert, sko. Já, alltaf að bakka þegar hlutin líti ekki nógu vel út og svona. Já. Já. Bara góður leikur, GG's, Bölvun, takk fyrir leikinn, gangi ykkur vel. Já, þið stóðu ykkur mjög vel og við hlökkum til að sjá næsta leik með ykkur. Snill, takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk, hvað. Þá fáum við inn leikmenn Bölvunar. Nei, halló. Velkomnir til hamingju með sigurinn. Takkir.
Hvernig er feelingurinn í liðinu? Hann er mjög góður. Já, er þetta það sem byggust við eða komið þetta ykkur á óvart? Já. Nei. Þannig að við byggumst við þessu. Við áttum ekki vona svona miklu. Þannig að við settum aðeins á tímapunkti, sérstaklega last fight á síðasta mappi, eða svona attacki okkar á síðasta mappinu, þá er smá svona svetting sko, en annars var þetta bara virkilega þeim. Og líka fyrsta fight á fyrsta mappinu, þá er bara svona, oh damn, við ætlum að killa þá niður, en þeir killtu okkur niður, þannig að. Já, þetta var orðið rosalega close hjá þeim í síðasta fightinu sko. Mjög close. Og við endum upp að splitta mikið meira að áttum að gera en líka því að ég og Gringachu, Gustaf, við höfum full-time students þannig að við höfum ekki haft tíma til að skrimma þannig að figures. Já, það gekk bara vel hjá okkur, þrátt fyrir það. Takk hérlega. Já, ég sá að þið voru mikið í að nota teleportið. Já, teleportið, ég er með, ég veit að ég mun fá ákveðna einstaklega til að mótmæla, en ég er með betri simplayerum á landinu með mér í liði. Það er Kiwi Bird, my guy. Það má alveg stundum að vera ánægð með sjálfum sér. Já, því að ég skrimmi þetta Jesus. Það var að segja mig að ég er nefnilega að spila í arena og finna mig þetta eftir þannig að we're gonna make this quick. Kiwi Bird, hann á til með að gera eitthvað ótrúlega heimskulegt, hann á líka til með að gera eitthvað ótrúlega gáfulegt, og oftast er eitthvað gáfulegt. Þannig að TP-n okkar líka, og Ryan TP-kompið okkar, ég myndi bara segja að við erum alveg fyrir decent Ryan TP-komp. Sem að var smá sem að leita okkur í sigur núna í kvöld. Er einhver svona shoutout sem þið viljið koma fram? Hver svona stóð sig vel hjá hínu liðinu og svona? Já, hínu liðinu. Ég shouta out my opposite sko. Wild Pants stóð sig vel sko. Já, ég þarf að sammála því sko. Já, Wild Pants. Wild Pants geitin. Wild Pants er geitin, það er bara no doubt about it. Wild Pants er geitin. Og síðan vil ég shouta út shoutout Giljagur. Mjög góð á Juno. Það var ofta sem ég held að bara, Wild Pants er dauður á Rísunni og sé bara allt inni. Fuck, það er með Juno allt. Já. Það var sérstaklega. Ég vil þetta nádrínum sko. Já, hann var slippery. Hver fannst ykkur vera svona, hver fannst ykkur vera svona playerinn í kvöld hjá í liðinu ykkar? Mér langar ekki til þess að gera neitt upp á milli strákana mína af því að hver einn og einasti að þeim spila sitt hlutverk og það er enginn sem að er aðri yfir öðrum. Nei, bara svona í kvöld fyrir þennan leik. Ég hata að velja milli, en ef ég þyrfti að velja þá myndi ég shouta út nýjasta meðliminn í liðið okkar og vonandi vil hann stikka Gringachu. Hann er infallible og mjög valuable. En síðan líka vil ég shouta út hann kom líka að bjargaði ykkur mjög vel hérna. Já, með bítinu. Jesus Kristi, bara klipp it. Bara í næsta trailer að almenna, bara clip that beat. Clip it. Like a bat out of hell. Ætlum að gleymi því nokkuð. Já, og síðan, ég myndi shouta út á alla og líka á Viktor, hann var að gera mjög góða hluti á Venture og hann klotchaði upp líka fyrsta punkt á First Map. Og síðan man ekki shouta út meira eða? Ég shouta út Frankie Boxing, GG Coach og síðan líka shouta út my guy Erik og tölvunarfræðibreyt. Hann er geitinn. Ég er búinn. Við viljum bara segja til hamingju með leikinn í kvöld og við hlökkum til að sjá næstu leiki. Tusen takkir. Adiós. Ok, bye bye, vikingur. Já. Hann er bara farinn. Tíminn að klárast. En já. Hann fylgir með þér. Hann er bara, hefur þetta svona mjög bara beint og hreint og síðan er hann farinn. Já. Er það svolítið þannig? Það er góður góð. Ætlum við, förum við þá ekki bara að segja takk kærlega fyrir viðtalið líka? Já, takk fyrir komuna og eins og bara til hamingju aftur með kvöldi. Já, thank you.
Við ætlum þá líka bara að fara að segja bless í kvöld. Það verður annar leikur núna á laugardaginn klukkan 6 og klukkan 8. Í því miður man ekki í augnablikinu hvaða lið það eru. Ég man að það eru Dusty og Selir klukkan 18 og síðan Þór versus Spöðlar klukkan 20. Og þetta er í tölvulistadeildinni niður í Arena. Já, ég verð þar. Ekki missa af því. Nei, ég verð þar meðal Kít og við verðum að lýsa leikjanum þar. Læs á. Við erum mjög spenntar. Þannig að við bara sjáumst á og takk fyrir okkur í kvöld. Já, takk hérlega fyrir.